Páskaverslunin þín. Komið sæl. Nú lægðin sem olli veðrinu hjá okkur í gærkvöldi komin hér austur fyrir land en skildi eftir svolítið lægðadrag hér vestan við land og sem gerir það að verkum að það búið að vera tvíátta á landinu í dag, norðaustanátt og snjókoma svona viðlóðandi norðauströndina en suðvestan vestanátt og slydduél skúrir hér sunnan til. Ef við lítum síðan á þróunna þá helst að merkja þessa lægð hér sem hér suður af Grænlandi og stefnu til okkar og verður hér annað kvöld, seint annað kvöld. Hann áhrif fyrir að gæta svona undir kvöld á morgun að þyknar upp frá henni. Þannig líklegast að verður nú mestuliti snjókoma hér á suðvesturhorninu, þó kannski ekki neitt sérlega mikil en það skiptir öllu máli hvar hún kemur upp að landinu og það svona, hún aðeins á flökti á milli veðurlíkana og svo milli tímaskrefa líka, þannig að það að gera að fylgjast svolítið vel með henni. En á hitasviðinu þá svona, við erum búin að vera í þessu svipaða loftmassa, ekkert sérlega köldum en heldur ekki hlýjum. Það fer í svona 2, 3, 4 gráður yfir daginn en sígur niður undir frostmark á nóttunni og þannig verður áfram. Það kemur svolítið hlýindi með þessari sem kemur annað kvöld en þau verða mestu leyti austan lægðamiðjunar þannig að það líklegt að hérna vestasti hluti landsins fái ósköp lítið. Ef við lítum síðan á veðrið í kvöld, nótt og í fyrramálið og framundir hádegi og morgun að þá dregur svona smá saman úr úrkominu hér á norðausturhorninu. Þetta litla lægðadrag þegar það fer hjá, þá bætir svolítið í suðvestanáttina hjá okkur hérna suðvestan til, en það hefur svo sem þau áhrif að það hlýnar líka örlítið. Þannig að hádegi á morgun þá gætum við svona séð eitthvað þessu líkt, þannig að hitatölurnar verði svona 0-5 stig yfir hádaginn á láglendi, en það þarf vissulega ekki að fara mjög hátt upp áður en úrkoma færist þá yfir í slyddu eða snjóél. En að öðru leyti ósköp lítil úrkoma, bjart á austanverðu og svona heilt yfir þokkalegasta veður. Og síðan þá þróunin yfir til þriðjudags að eins og áður sagði þá þyknar upp hér annað kvöld og þessi skilabakki kemur hér inn og það mun snjóa líklega úr þessu. Að mestu leyti það gæti þá farið yfir í rigningu hér svona með suður og suðausturströndinni tíma. En svo létti til á þriðjudeginum en svo fer hins vegar að bæti vind þegar líður á og þessi lægð fer hér norðaustur úr. En á hádegi á þriðjudag þá gæti þetta verið staðan. Éljagangur svona nokkuð víða, slydduél, snjóél, það munar hálfri gráðu eða gráðu til eða frá hvaða úrkomutegund verður þá fyrir valinu. En hér á Suðausturlandi og Austfjörðum verður svona líklega hvað skásta veðrið. Og svo ef við lítum þá á þróunina yfir til miðvikudags, það svona nokkuð ákveðin éljagangur hér í allhvassri suðvestan-vestanátt. Og svona frekar leiðilegt kvöldið en svo fer að draga úr þessu og á miðvikudagsmorgun nú alveg orðið ágætasta veður. Þannig að hádegistölur á miðvikudag gæti þá verið eitthvað þessu líkar, svona nokkuð breytileg vindátt og hitatölurnar svona öðru hvoru megin með frostmark, kannski rétt yfir hérna sunnan til yfir daginn. En ef við lítum þá yfir á skírdag þá að sjá að verði komin lægð hér vestur af Reykjanesi og það kemur eitthvað hlýra loft með henni og væta en það stutt í kalda lofti sem lúrir alltaf hér rétt vestan lægðana þannig að það viðbúið að kólni í kjölfarið á þessari lægð líka eins og hinum sem á undan hafa farið að undanförnu. En við skulum þá líta yfir til Evrópu og það ágætlega milt hér í Skandinavíu og svo hlýnar eftir í sem sunna dregur og það svona frekar óstöðugt og svona úrkomu samt hér smálægðir á kreiki hér suðaustan til og skúraleiðingar nokkuð víð á Ítalíu, sama í Ölpunum og svo þessi rigning í Suður-Frakklandi, Pyreneafjöllunum, en Íberíuskaginn svona nánast í heild sinni bjartur og fínn. Kanaríeyjar að sjá að þessi búið að létta vel til eftir lægðina í síðustu viku og í raun þokkalegasta veður, svona öðru hvoru megin við 20 gráðurnar og sólin ætti að skína nokkuð glatt. Og ef við förum svo vestur hafað, þá hlýtt hér í Bandaríkjunum, svolítið hvasst í Chicago og þeim slóðum en að öðru leyti svona þokkalegasta veður en áfram svolítið svalt og voru kannski ekki alveg komið á stað í Kanada en heilt yfir svona þokkalegasta veður. Skulum láta gott heita í kvöld, verið sæl.